Komið nú sæl og blessuð og Guð blessi ykkur daginn. Og það er mikilvægt að Guð drottinn fái að blessa okkur daginn og hann vill blessa okkur daginn og það er nú ekkert verra að þetta hróp komi nú frá okkur sjálfum að hann blessi daginn. Þannig að kveðja af þessum toga telst í vera harla góð. Og hver blessar daginn ef Guð gerir það ekki, svaraði mér því. Ég held að við höfum nú fá ráð og fá svör inn í það. Að Guð sem getur blessað daginn og meira, hann vill blessa daginn minn. Já, daginn minn. Ég er einstaklingur sem er inn í þessum degi og ég þarf blessaðan dag af Guði. Og drottinn er að bjóða mér þennan blessaða dag og hann veit núna að ég vil fá hann til mín vegna þess að við vorum að kalla eftir honum. Þannig að dagurinn verður blessaður. Og það er það sem við þurfum að vera undir, blessuðum degi. Þannig að við sjáum, ef við viljum vera þarna, og hver vill það svo sem ekki, hvernig við þurfum að lifa. Það er heimur og það er Guðsríkið. Bæði þessi ríkiði ganga samhliða. Og inn í öðru ertu. En er það Guðsríkið eða er það heimsríkið? Það er stutt þarna á milli. Það snýst ákvörðunina mína hvoru megin ég er. Svo stutt er það nú. En hversu margir ætli gangi heimsríkið án þess að ígrunda í eina sekúndu Guðsríkið? Sem er þó bara, ekki einu sinni handan við hornið. Þú þarft ekki annað en að líta til segjum hægri. Og andlegu augu þín sem eru virk í trúnni sjá Guðsríkið. Og vita skilin þarna á milli hvað þarf til þess að vera Guðsríkis megin. Þetta er leyndardómur sem verið að segja hér, það er alveg rétt. En þennan leyndardóm hefur drottinn opinberað mér og hafa hann opinberað mér þennan raunveruleika, þá vill hann líka opinbera þér hann. En það er Guð sem opinberar þetta og engin annar. Og af því að þetta er staðan, eru svo margir sem ganga þennan veg, eru sem sagt meðfram Guðsríkinu en leiða aldrei hugan að þessu Guðsríki vegna þess að hugsunin það er ekki til. Og þarna sjáum við verk Satans alveg greinilega því hann er ekki hrifinn af því að einstaklingar yfirleitt leiði hugan að hinu ríkinu. Og ef eitthvað slíkt er að brjótast í höfði hins vantrúaða, þá er næsta víst að hann kemur samstundis og breiðir þykka dulu yfir, þannig að öruggt sé að þessi hugsun fari nú ekki að skjótast upp aftur. En hún mun gera það. Að því drottinn er á sveimi innan fólk heimsins syndaran til þess að opna á sig. Og það eru í þau skipti sem við allt í einu leiðum hugan að einhverju öðru heldur en við erum alla daga inni. Og þetta gæti verið fyrsta vísbendingin til einstaklings að núna er drottinn farin að pæla meira í þessum einstaklingi og hver veit nema hann á endanum hleypa honum inn og yfir í sitt ríki og hann sér, rosalega var stutt þarna á milli. Og ég sá það aldrei fyrir núna. Og hvað gerist þá? Jú,
manneskja fyllist þakklæti yfir því sem hún á. En heimsríkið er þarna. Það fer ekki neitt. En þú sem trúir manneskja núna, það fer enginn að trúaði maður yfir til ríkis Guðs, ert komin inn, en þú áttar þig á þá, áttar það ekki á því áður, að allar þessar tilfinningar, kendir, fýsnir og gyndir búa í þér. Áfram. Þær voru að fullu virkar, meðan þú gekkst heimsríkið, með Guðsríki við hliðina þar án þess að veita því athygli, og það bara var partur af þér. Og þú ferði yfir í Guðsríkið, ert komið Guðsanda og Guðs viðmið til að miða það sem þú ert að gera við. Þetta heldur allt áfram þar. Og þetta er vinnan fyrir hinn trúaða mann. Það er að koma, ná tökum á þessum kendum, fýsnum og gyndum sínum til að þær vaði ekki stjórnlaust eins og þær gerðu á meðan þú gekkst í heimsríkinu. Og varst hvattur til af honum sem þar ræður til að veita alla athygli. Þetta er ástæðan fyrir því að í þau skipti sem þú fórst að skoða eitthvað sem tengdist Guði, að það var kastað yfir það einhverju slettu. Og hún hætti þessu hugsun. Hann er hér til að stela, slátra, eyða. Þetta er tilgangurinn. Þetta er markmiðið hans. Hann er rúinn öllu sem heitir kærleikur og hann hefur ekki leyfi til þess að benda á drottinn, í raun og veru ekki. Drottinn er bara sér það sjálfur. Og veistu hvað? Hann notar sitt fólk til að útbreiða sig. Mig og þig er hann að nota sem trúað fólk, sem heilagsanda fyllt fólk, sem veit skil á því sem er drottins og hver gefur og setur þessi skil skýrt upp. Drottinn sjálfur, hann er allt í öllu eins og alltaf áður. Það er hann sem skimar jörðina, leitandi að þeim sem hann getur frelsað. Þannig talar orðið sjálft. Og hver er þessi hann? Jesús. Hann að þáttur hans í frelsun manns er 100%. Mitt innlegg er ósköp lítið en samt mikilvægt þegar hann nota fólk til þess að sækja annað fólk. Og hvernig notar hann fólk? Rödd drottins berst yfir í heimsríkið. Komið til mín og ég mun veita þér hvíld. Og öll þessi orð sem heyrast yfir, og þau eru þarna á sveimi, þau eru á vappi og eru ástæðan fyrir því að einn og annar rennir huganum yfir til Guðs ríkisins á þess að hann átti sig á því að það er bara hinum megin við einhverja línu, ósýnilega línu. Hvar sem hann er, þá er Guðs ríkið við einhverja línu rétt þar sem hann er. Og þannig hefur þetta alltaf verið. Af hverju sjá menn þetta ekki? Af því þeim er lokuð þessi leið, nema gegnum mátt og kraft, upprissukraft Jesú Krist. Þá opnast þú. Og þess vegna tölum við eins og við tölum. Við tölum tvö ríki. Heimsríki, Guðsríki. Og nú er Guðsríkið mitt hlutskipti. Og það er engan veginn mér að þakka.
andartakið áður en ég eignaðist heilagan anda vissi ég akkúrat 0 þetta Guðs ríki. Svo hvolfdist yfir mig heilagur andi á sekúndum brotu og ég sagði, hei, orð Guðs verður að heyrast. Sjáðu ekki umskiptin sem orðið hafa hjá þessum manni. Og hvað gerðist? Það kom opinberun þetta mikilvæg atriði, opinberun sem aldrei hefur vikið frá af minni leið, aldrei. Og eins og ég hef oft talað frelsaðist ég, eins og við segjum, árið 1989. Þannig áratugirnir eru, orðnir meira en 3. Og það í lífi fólks nokkuð langur tími. Þá þessi maður fullkominn maður? Ekki sem einstaklingur, nei, það alveg rétt, verður aldrei. En munur sá og var, nú og var, að hann að reyna að ná betri árangur í sinni trú. Og hann hættur við syndina. Reyndan það langt síðan að það því öllu saman var ýtt til hliðar. Í raun og veru mér alveg sama hvort þú trúir þessu eða ekki, þegar ég hættur að velta því fyrir mér hvað mönnum finnst það sem að segja. Það bara ekki nokkuð leið að átta sig neitt á því. Þess vegna nenni ég helst ekki að vera að tala vitnisburði minn við aðra menn, því að þá fyrst sér maður áhuga að leysi hjá mönnum þegar menn nú að tala þau óskup öll. Það lífnað enginn upp í það. En það segja þetta rosalega hana þetta. Það var enginn að hlusta. En samt vitnisburðurinn það sem á og hljóma og hann hefur sín áhrif. Þó að viðbröðin séu allt annað en fallegt bros og einhver líf í augum, þá hann samt að virka. En einhver að segja, þá ger ég ekki orðið mikið að því að segja vitnisburðin minn. Ég nenni því bara ekki. Þá finnst mér ég aldeilis vera að tala fyrir daufum heyrum. En ég og þetta minn vitnisburð og Guð hefur gefið mér ábyggilega jafnmarga vitnisburði sjálfur sér og þú átt til og ég veit alveg það að hann vill að vitnisburðurinn sé sagður. En þú þarft svo sem ekkert að vera neitt að tönnlast á honum nema þú viljir það sjálfur. En vitnisburðurinn samt rosalega áhugaverður því hann gefur trúni þinni líf. Við þurfum að vera með það áhugavert hjá okkur sjálfum sem að gefa þessar yndislegu trú okkar aukið líf og aukið vægi því að lífið það eru svona sína styrku stoðir fyrir trúagönguna. Þannig að ég fór nú þá leið fljótlega að vera ekki svo mikið að velta blessuðu fólkinu fyrir mér. Ég vil bara horfa á Guð. Ég get alveg sagt þér það, vegna þess að þetta staður og þetta hef ég gert, ég enn það sem ég er. Ég fylgi ekki fólki nema svona innan gæsalappa. Ég styð starfið í kirkjunni og ég styð uppbygginginu í kirkjunni og ég styð þá sem að leiða og tala til okkur og allt saman. Það ekki máli að styðja þetta, en ég fylgi því ekki strangt til tekið. Ég fylgi drottni, ég fyrir skrefin hans og þeir sem eru með mér þar eru velkomnir. Heltist einhverju lestinni, þá ætla ég samt að halda áfram. Þetta ekkert annað en ákvörðun sem maður tekur og þessi ákvörðun verður skýrari, tærar og hreinari þegar þú gerir myndina af drottni frammi fyrir þér hreina. Og þú segir, ok, þessi gerir þetta og hinn gerir þetta, en ég ætla að fylgja Jesú. Þetta það sem maður hefur gert og ég segi, ástæðan fyrir því að ég ennþá þar sem ég
hef verið frá því að ég komst á þann stað að sjá Drottinn sem talaði til mín, hei, orðið þarf að ganga út. Orðið þarf að heyrast, það má ekki þagna. Þessi orð hljóma enn í mínum eyrum og þetta var það fyrsta sem að opinberaðist mér þegar ég bláeygur, blautur á baku eyrun, vissi ekkert um Guð. Nákvæmlega ekki neitt. En nú veit ég aðeins meira. Og allt þetta, öll þessi ganga hefur leitt til þess að það hefur allt rjáttlast af. Og eftir stendur augliti Drottins. Og ég býð þér að ganga þessa leið með mér. En ég segi, ég ætla að halda áfram sama hvað þú gerir. Og ég segi, ég fylgi ekki mönnum. Ég fylgi Jesú. Hver sagði mér að gera þetta? Jesús sjálfur. Sagði mér að gera þetta. Og þetta var svona ákveðin þróun sem fór í gang, þangað til ég sá að þessi var staðan. Og ég sá að ég horfi ekki lengur til manna. Gott að hafa aðstoð sér við hlið. En sé hún ekki, held ég samt áfram. Þetta það sem við þurfum að gera á þessari ágætu trúargöngu. Í Drottni áttu nefnilega allt. Í Drottni skortir þig ekki neitt. Þú ert að fylgja honum sem ætlar að skaffa þér allt. Og þetta er mín niðurstaða í lífinu, að svona hefur þetta verið, mér skortir ekki neitt. Og ég hef komist þangað sem að mig hefur langað til að fara. Drottinn opnar alltaf leið með sitt fólk. Hann bindur engan í fjötra. En hann segir, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis. Og þá munuður veitast þetta að auki. Þetta hvað? Til að mynda það sem þið langar sjálfum til að gera, eða þannig skil ég þetta. Þannig að maður hefur séð það að bindingar, fjötrar og hindranir og höft eru ekki inn í myndinni hjá Guðs fólki. En Drottinn segir, syndga ekki framar. Og þetta vitum við, að við erum dánir syndinni. Ef við syndgum, þá erum við að brjóta þessi heit sem við gáum. En við skulum ekki hafa of miklar áhyggjur á því. Því við höfum fyrirgefningu Drottins vísa, þar að segja, ef við biðjum hann fyrirgefningu. Syndin þarf að fara út. Og þú veist hvað er synd, því ég reikna með að þú vitir eitthvað orð Guðs og það bendir þér á syndina, hvað sé synd. Þetta setur hring utan ábyrgðina mína á því að vita góð skil á orði Guðs. Og þá detta þessar syndugu hugsanir okkar út og það er vegna þess að detta út, þær koma og fara, já fara, en ná aldrei að hreiðra þannig sig að girndin vakni af. Og það verði einhver verk sem var hrein synd. Þannig við sjáum að allt þetta það býr í okkur og þetta gekk með okkur á meðan við vorum í heiminum og óþar eins og naut í flagi og var bara partur af okkur. Og ef við létum út í það farið, eftir öllu þessum gindum og synda hugsun, alveg eins og bara, ég veit ekki hvað.
engin höft, enga bremsun einstæðar. En svo mættu við Guðsríkinu, mætti Guðsríkið okkur. Og þá fór þetta nú svolítið að breytast. Þá vorum við orðnir okkur meðvitið að til þess að vera Guði þóknanleg, þá gátum við ekki lyft okkur hvaða verk sem er. En þau eru þarna og það er mitt að ákveða og að velja hvort ég geri þetta eða ekki. Það getur enginn nema þú farið út í að syndga. Sama hvernig freistingin kom að þér, þá er það þú sem ákveður að syndga. Nú bendi ég á sjálfa mig. Ég ákveða. Við sjáum að afsakanirnar eru út allt. Og við bendum á fyrstu manneskjurnar, Adam og Eva. Þegar að þau höfðu framið sitt voðaverk og ólínast Guði, og hvað uppskáruðu, það sem við erum að glíma við í dag. Það heitir dauði. Það var vegna vals þessara einstaklinga. Samir í dag, Drottinn segir, syndga ekki framar, ég vel að syndga, ef ég syndga. Þessi freisting kom í veg fyrir mig, alveg eins og skeiði með Evu. Þetta gerir þér ekkit illt og takir svona smávegis bita þessu. Þetta hefur ekkit að segja þó þú smakkir aðeins á þessu. Takir aðeins á þessu. Dveljir aðeins með þessu. En Drottinn segir synd. Og hann segir líka, var ég ekki búinn að segja þér að syndga ekki framar. Þetta er trúargangan í hnotskurn. Það er að leyfa Drottni að leika sig eins og hann vill leika okkur. Það teki allt val og engi fyrir mig. Þannig að við höfum ekki afsökun fyrir því sem við erum að gera. Og það er ekki hægt að benda á neitt í kringum okkur sem var alltaf svo leiðilegu við okkur, að við fórum að því að ykkur var svo leiðilegu við okkur, að gera alls konar sem við vissum þrátt fyrir það að var ekki rétt á okkur að gera, en við gerðum samt. Að því að hann var alltaf svo leiðilegu við okkur. Svona eru við fólk. Drottinn segir, þetta er að veikleika mannsins. Þannig að við sjáum hvaðan styrkurinn kemur. Hann kemur frá Drottni. Og við sem eigum trú, eigum að nota þennan styrk sem býr í honum. Hann er verndandi afl inn í okkar líf. Hann segir, framar bera gera vilja Guðs en manna. Og hvað skildu margir hafa sagt þetta við sjálfa sig, andspænis þessu og hinu í sínu lífi, framar bera gera Guðs vilja en manna vilja. Og hver er Guðs vilji? Ég held að bendi á Jesús núna. Og þú segir, ég ætla þá að fylgja Jesús. Ég veit að það er Guðs vilji með mitt líf. Og þarna sjáum við líka mátt ákvörðunarinnar. Því að það er ákvörðun mín að leyfa Drottni að birtast mér á þessu andartaki. Ég segi, ég ætla að fylgja honum. Og ef ég veit, þá get ég líka sagt Drottni fyrirgeðu mér að ég fór að glíma við þessa hugsun og hina hugsun. Já, ég held að það væri gott einmitt að taka svo til orða ef eitthvað slíkt rekur á okkar fjörur. Og það er alls konar sem rekur á okkar fjörur og alls konar óvænt líka. Þetta komum við aftur að þessum veikleika manna, fólksins, að það veit ekki hvað skeður
á næsta andartaki. En það má vita að Drottinn í þessu andartaki sem við erum í akkurat núna. Og við eigum trú, og við eigum þetta hróp til Drottins, Drottinn varðveittu mig. Og hve oft höfum við ekki hrópað þetta hróp, Drottinn varðveittu mig. Af hverju hrópum við þetta hróp? Að við finnum til smæðar okkar. Þess vegna hrópum við þetta hróp. Við finnum til agnar smæðar. Við erum búin að uppgötva þennan veikleika. Vegna þess að stundum hefur hann leitt okkur inn á einhverja dyr sem voru ekkert góðar dyr að fara innum. En svo Guði fyrir að þakka að við hypjuðum okkar þaðan strax út aftur. Og þökkuðum okkar sæla fyrir að augu okkar skyldu opnast svo fljótt. Hjá sumum gerðist það ekki. Árum seinna kannski þeir ennþá að veltast þar í eigin saur þess vegna. Og veit ekki leiðina út. Hafa orðið uppgjöfin að bráð. Og við dæmum ekki þetta fólk. Því við gætum verið þetta fólk sjálf. En svo Guði fyrir að þakka og trúnni sem skýtur dýpri rótum hefur fengið að vinna sitt verk í okkur. Og við segjum, framar ber að gera Guðs vilja en manna vilja. Og þetta verður okkar svona leiðarljós í gegnum trúalífið okkar. Og áratugum seinna störfum við enn í þessum eldi andans. Við erum að horfa á menn og konur sem starfa áratugum seinna í eldi andans. Ekki halda það í eina sekúndu að þetta fólk hafi ekki þurft að hafa verulega fyrir þessum árangri sem það státar af í dag. Ekki huglega það eina sekúndu, því að allt þetta barátta. Við hvern? Leiðilega gæjan við hliðina okkur? Nei, við okkur sjálf. Fyrst og fremst. Okkur sjálf sem verðum að taka ákvörðun skref fyrir skref ef út í það farið. Þess vegna erum við að nema fræðin, þess vegna erum við að læra upp úr Biblíunni, þess vegna erum við að stunda okkar samkomur, hlusta á ræðuna, hlusta á lofgjörðuna, fá fyrirbænir og allt þetta. Við erum að efla þetta í okkur því að við þurfum að eiga einhvern pakka í okkur, næringu sem heldur okkur á floti. Og við neytum þessa fæðu. Með öðrum eða einir með okkur sjálfum. Sem ég hygg að flest okkar gerum nú oftast nær því að það ekkert alltaf sem að við erum innan einhver eldhuga í Jesú nafni. En það kemur fyrir. Og þá gaman að vera til. En þetta það sem Drottinn vill brýna okkur með í dag. Hann segir, horfið á mig. Lærið af mér. Og ég segi og hveti til að læra af Jesú. Það mín reynsla, það mín besta reynsla, það minn klettur sem ég byggi líf mitt á í dag og hef gert í áratugi og ég þakka Guði einum fyrir það að svo Og ég, alveg svo þú og við öll, hef þurft að hafa fyrir þessu alveg hefi mikið, allt og mikið segi ég nú bara. En samt ég hér og þakka Guði fyrir það sem maður í honum. Hann hefur gefið mér fullt af góðu fólki. Og ég trúi því að ég sé svona þokkalegur bróðir í Kristi.
En mér svo sem alveg sama hvað mönnum finnst það, ég bara konni og ég veit alveg hvað ég stend í Guði og ég veit alveg að ég þekki hann ágætlega. Það nægir allavega fyrir mig. En þetta það sem að ég vil að menn byggja upp í sér. Og hvernig gerist þetta? Í grunninn vegna þess að þú berð ábyrgð sjálfur og sjálf á þinni trúargöngu. Sjálfur og sjálf. Númer 1, 2 og 3, þá hefur þetta verið þannig. Þú treystir Guði fyrir þér. Ég treysti Guði fyrir mínu lífi og mínu verkum. Og ef að menn vilja eitthvað vera gagnrýna það hefur aldrei verið gert reyndar, þá ætla ég bara, talaði við hann, hvað þetta talaði við mig þetta? Því ég segist þjóna lifandi Guði. Og stend við það auðvitað, alveg svo þú. Þannig að þetta ekki málið. Gerðu það sem Drottinn að bjóða þér. Og viti menn, það kemur eitthvað gott út úr því. Ekki fyrir því sjálfan bara, heldur marga aðra í kring sem eru að læra af því sem þú veist og hefur reynt og talar því rétta kennslu. Reynslan er mikilvæg. Reynslan í Guði er mikilvæg. Það er til margs konar reynsla. Sumir ekki Guði. Hún getur alveg verið merkileg. En hún gagnast samt ekki mjög mikið í Guðs ríkinu vegna þess að hún er ekki þaðan komin. Við viljum kenna það sem er frá Guði komið beint. Og þá tökum við allt af okkur og beinum öllu okkar til Jesús. Hann einn er verður. Segir, og ég tek undir það og stend við það. Þetta heldur manni á floti bara, meðan maður dregur enn andan. Þetta hefur haldið mér á floti í yfir 30 ár. Þetta hefur haldið eldinum uppi í allan þennan tíma. Því að það hefur alltaf búið trúar eldur í þessum einstaklingi frá því að hann fyrst frelsaðist. Og reynslan sem hefur komið á göngunni hefur bætt og styrkt þetta sem fyrir er. Þannig hefur þetta nú verið. Og þetta er ekki bara mín saga. Þetta er kannski líka þín saga. Og getur orðið allra saga. En það er ekki gert með hangandi hendi. Þá eigum við aldrei til neina svona sögu. Þá eigum við dala og lægða, dala og hæðasögu. Dalir, hæðir. Þannig er trúaganga margra. Niður í dýpstu dali jafnvel. En trúarganga manna, flestara er náttúrulega dalir og svo hæðir. En ekki dýpstu dalir og hæstu hæðir. Það er svona meira jafnvægi í þessu. Og það er betra. Að segja jafnvægi í þessu. Þess vegna þurfum við bara að leyfa Guði að vera Guði í okkar lífi og hann sér það sem þarf að sjá Það er mín reynsla, hygglust, og ég hygg að það sé líka þín reynsla, að kannski ekki sama leyti og er hjá mér. En það skiptir það ekki öllu máli. Aðalatriðið er að við séum bara það sem við eigum að vera í Jesú nafni. Það er það sem þarf að gerast. Jesú nafn þarf að fá óm og hljóma. Í hjarta okkar og út munn okkar. Það er ákveðið kraftaverk sem gerist til það. Þannig að kraftaverkin eru víða. Við
gleymt að kveikja á skeiðklukkunni minni. Er ekki komið nema 20 mínútur? Fyrst þið eru búin að tala svo lengi. Hvað er þetta svona leiðilegt hjá mér eða eitthvað? Drottinn er skemmtilegur, þannig að þetta hlýtur að vera skemmtilegt. Og Drottinn vill að við vitum staðreyndirnar, vill að við vitum hvað við erum að tala og við vitum hvað við erum að tala að við þekkjum Guð. Með öðrum orðum, hann gaf okkur leyfi til þess að þekkja sig og þá getur margt komið út úr því. Og þegar hann sér áhugan sem að þú sýnir orði sínu, þá finnst honum gaman að starfa með þér. Hann virkar hann áhuga, gera meiri, áhugaverðari, skemmtilegri. Þannig það er til alls að vinna að þjóna lifandi Guði. Eins og ég segi, ég er búin að þjóna honum í raun og veru alveg síðan ég frelsaðist. Þegar ég fór strax af stað með verk leið bara og ég fann að ég hafði eignast þetta, þá fór ég af stað með verk og ég hef verið ennþá með alls konar verk í gangi í Jesú nafni frá þeim tíma. En ég man eftir því að þegar ég uppgötaði það að orðið varð að heyrast og það átti ég ekki einu sinni orð Guðs. Hvergi í mínum bókastæðum var orð Guðs og það liðu einhverjar vikur og ég var svo heppinn á þeim tíma að umgangast trúaðan mann, blessuð sé minning hans, sem einhverju vikum eftir frelsunina mína rétti mér gamla snjáða Nýja testamenti sitt sem var í svona vasabókaformi. Og þá fór ég að lesa Biblíuna. Og ég man eftir því að ég vildi strax ná til þeirra sem voru á sama stað og ég, blautir á bakvið eyrun, ekki vitandi neitt orð Guðs, eins og ég á þeim tíma. Og ég man eftir því ég tók ákvörðun það að öll orð sem að ég læsi, ég byrjaði bara á Matthews og Guðspjalli og ætlaði að klára Nýja testamentið og gerði það og er búin að lesa það í 100 skipta síðan. Ég ætlaði að gera það og gerði það að öll orð sem að hoppuðu til mín, með öðrum orðum, vektu mig til umhugsunar eitthvað, ætlaði ég að skrifa niður. Og ég gerði það. Var þá með A4 bók, svona möppu eða skrifbók, heitir það ekki. Og þetta gerði ég. Og ég las kaflana hvern og eftir öðrum fram til loka opinberunarbókarinnar. Og þegar opinberunarbókin var að baki, að þá voru mörg A4 blöð þétt skrifuð reikningavessum. Og ég gerði meira, átti þá prentvél, bara stafaði, takka prentvél. Það voru einhver tölvur komna þá og það var ekkert annað ræði en að gera þetta svona. Og ég legg á mig þá vinnu að prenta þetta á blað með það fyrir augum að gefa þetta út. Ég leit á að þetta væri svona hjálpartæki fyrir aðra sem væri að koma inn í þetta, svona leiðsögn. En ég tek fram að ég vissi ekkert hvað hafði verið gert í Jesú nafni á Akrinum. Og ég fer að velta þessu fyrir mér hvar ég fá þetta prentað og hvernig ég að gefa þetta út ef út í það færi. Og ég enda hjá Gideon félaginu sem þá var á Vesturgötu í Reykjavík, eða ekki? Jú, var ekki Vesturgötan. Og ég skundað þangað með mína pappíra og þá formaður Gideon félagsins, var ekki Gideon félagi? Þetta er svo langt síðan maður. Jó, við segjum það bara.
Hann vinur minn Þorkell Sigurbjörnsson, heitir hann það ekki? Búinn að gefa út fjölda ljóðabóka og mikill ágætismaður. Ég man alltaf eftir því þegar ég sagði honum hvað ég væri að gera og væri nýfrelsaður og ég var nýfrelsaður og þá bara sagði Guð blessi þig vinur, Guð blessi þig, Guð blessi þig, margoft. Og ég bara gafti maður, hvað er að manninum? Hann bara glattist yfir því að þarna var kominn bróðir í Jesú nafni. En svo leiðir hann mig allar sannleikan þessi mál. Og hann sagði að það væri nú til svona, og þá var hann að koma með blað þar sem að reikningaves voru svona lítið hver. Já. Það var einmitt það sem ég var með. Þetta var vegna þess að ég vissi ekkert hvað hafði verið gert. Og það er alveg eðlilegt. Maður sem er að stíga inn í eitthvað veit ekki allt sem hefur gerst. Ok, ég þakka honum bara fyrir þetta og var náttúrulega þakkláttur fyrir það að vita. Þetta vakti mig líka til umhugsunar að það hafði fullt af fólki verið að gera fullt af verkum þó ég væri nýstiginn inn í þetta. Þetta vissi ég ekki. Maður þarf að vita þessa hluti til að geta tekið á þau. Þannig að ég lagði þetta til hliðar og var náttúrulega bara þakkláttur fyrir það að uppgöta að það var búið að vinna alveg fullt af vinnu í Jesú nafni með alls konar svona. Þannig að það sem ég var að gera var í raun bara viðbót við það og það er allt í lagi með það, er allt í lagi að bæta við gott verk. Svona er nú vanþekkingin og hún er alveg eðlileg. Vanþekkingin er alveg eðlileg í umhverfi sem er alveg nýtt fyrir þér. Guðsríkið er búið að ganga með okkur, já, frá því að Kristur stofnaði kirkjuna, má segja. En ég vissi ekkert þetta Guðsríki. Og hugsaði þér alla sem er í heiminum í dag sem vita ekkert þetta Guðsríki. Jú, það er einhver kirkja þarna og það er ekkert nema deilur í þessari kirkju, segja menn. Og rista höfuðið. Af hverju segja þér þetta? Alveg svo ég á sínu tíma sem vissi ekkert hvað hafði verið gert. Þetta blessaða fólk, það veit ekkert hvað er að gerast í kirkjunni. Af því það er ekkert í kirkjunni. Ég var að koma inn og svo allt í einu fyrir það að ljúkast upp fyrir mér alls konar verk sem höfðu verið gerð og unnin áður en ég kom. Þetta var viss uppgötun sem að ég verð fyrir þarna. Ég neita því ekki neitt. Reynsluleysi mitt var að opinberast fyrir mér. Hvað þetta varðar? Ég hafði fullt af reynslu. Það vantaði ekki. En enga reynslu að Guðsríkinu, að Guðsverkunum og því sem kirkjan hefur staðið fyrir. Já, tegið sig alveg aftur til ársins. Hvenær hún stofnu? Kannski árið 30, 40? 40, 50, 60, eitthvað svoleiðis. Og í dag þá var 1989. Þannig að þetta eru mörg árhundruð þarna á milli. En kirkjan var alltaf til. Ég þekki kirkjuna betur í dag en ég gerði þá. En hún kom full sköpuð þegar hún kom. Og hún er enn óbreytt. Eina sem breytist í kirkjunni er að menn koma og fara. Hverfa af þessari jörð og nýir koma í staðinn. Þannig er endurnýjunin í kirkjunni. En öll uppbygging kirkjunar er eins og Drottinn setti uppbygginguna saman og niður til okkar á jörðina. Þar hefur engin breyting verið. Enda talar hann sína kirkju sem klettin á jörðinni. Sem ekkert haggast. Bentu mér á eitthvað sem ekki hefur haggast hænu fett af verkum okkar mannana. Bentu mér á eitt. Áratugum seinna er einhver glæsileiki sem var uppi og allir horfðu á, horfin. Það er saga heimsins.
svo horfir á þessu á kirkjuna, það sérðu óumbreytileikan sjálfan. Í öllu sínu veldi. Og við þurfum þennan óumbreytileika í okkar líf. Ég hygg að það séu margir í dag sem eru í þessar hringa vitleysu sem heimurinn sem þráir það eitt, að fá eitthvað aðeins meiri festu inn í lífsitt. Hvað segir ekki Kristur? Komið til mín sem erfið hafið og þungar byrður og ég mun veita þér hvíld. Og hann var hér uppi fyrir 2000 árum. Þá gengu þessu orð út hans munn. Við erum að tala þau hér og við segjum, þetta er sannleikur. Þetta er það sem við þurfum. Við þurfum hvíldina, við þurfum styrkin, við þurfum huggunina, alveg eins og alltaf hefur verið. Við reynum að slá þetta út af laginu og út af borðinu með því að segja að við vitum svo miklu meir í dag. Þetta er grunnurinn að því lífi sem að Drottinn vill að við lifum. Hann setti það sjálfur niður og hann er enn að boða það. Af hverju? Vegna þess að hann veit að þetta er það besta fyrir mannin að fara þessa leið. Hann hefur ekkert breyst. Við segjum bara eitt og annað hafi breyst, en það hefur ekkert breyst. Vegna þess að afstaða mannsins til hvora annara er eins og hún hefur alltaf verið. Við þurfum að hífa upp elskuna, kærleikann. Drottinn hefur þennan kærleika og hann setur í því heilagan anda og heilagur andi í þér hífur upp kærleika Drottins í þér. Ef þú leyfir ekki Drottinn að vinna sitt kærleiksverk í þér, þá heldur áfram að vera í nöp við þennan mann og hinn. Þetta er svarið inn í þessa spurningu. Að lifa góðu lífi með Kristi. Þú verður að lifa því með Kristi. Hve margir taka ekki við þessu? Þeir segja, frasan, það er nú ekki nema deilur inn í þessari kirkju. Ég er búin að vera í kirkjunni í 30 ára og ég hef aldrei orðið varðið þessar deilur. Ég held að þetta neyksli alltaf jafn marga að ég skulle segja þetta. Það er ýmislegt gerst og stundum verið kannski að hrópa aðeins og hátt. En ekkert meira heldur en það og hvar gerist það ekki? Kirkjuna fólk er ekkert öðru sem annað fólk. En að því að Kristur er yfir, Kristur býr í manneskju, þá fer manneskja að leitast við að draga sig frá þessum deilum. Ekkert endilega út úr kirkjunni, en frá þessum deilum. Og hvað gerir? Deilurnar þagna. Og hvað kemur í staðinn? Sættir. Veg út í það er farið fyrirgefning. Af því að Kristur í þér, hann dregur alltaf upp kærleika sinn. Og þess vegna helst þetta gangandi. Af því að kærleiku Krist fær að vinna. Kærleiku Krist. Kærleiku Krist kom með trúnni. Kom með verkum andans. Hann er ekki mitt framlag. En ég á hann er gjöf, hann er, eitthvað sem var sett í mig, sem Kristur vill nota. Og stundum stíg ég fram í þessu kærleika Krist. En bara stundum, ég get sagt því miður. Sama er ég á þér, þú átt sama og getur notað hann að kærleika Krist og hann er alltaf til friðs. En stundum erum við ekki til friðs. Að við erum hipsum haps í okkar trú. Erum ennþá að glíma við þetta eigin hagsmuna seggin okkar í okkur. Ég tala nú ekki hann sem á þetta allt. Að eigin mati. Hann er alveg hræðilegur.
hann eða hún er hver sem það er. Það er hræðilegt að vera innan það. Því að þetta er svo mikið hugsana villa hjá þessu fólki. Svakaleg hugsana villa. Það sem Kristur á, það á hann. Það sem ég á, það á ég. Þarna þarf að vera aðskilnaður. Kristur og ég. Þess vegna gefum við Krist sjálf okkur. Hann á allt með mér og ég á allt með honum. Þannig eitthvað mitt er ekki inn í myndinni. En hver margir hugsa svona þegar upp er staðið. Við getum hugsað svona. Við getum eignast þetta. Ef við eignastum þetta ekki, ef við vinnum ekki vinnun okkar. Þá eignast við hvorki þetta en neitt annað. En, að ég gleymdi að kekja á þessu skeiðaranum mínum, ekki að segja þetta bara gott. Ég veit ekkert hvað ég er búin að tala lengi. Við hljótum að vera búin að tala allavega nógu lengi til þess að það er engin sofnaður eða hvað? Nei. En Konráð Rúnar Friðriksson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.